Þá erum við komin að 3. lið á dagskrá og það er skýrsla Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar til máls tekur bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Og tökum við þá upp léttara hjal. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég óskaði eftir því að við myndum ræða skýrslu IPCC, en það er sérfræðingahópur milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar. En sú skýrsla kom út 9. ágúst síðastliðinn og við ræðum hana í dag af því að nú erum við á fyrsta fundi bæjarstjórnar eftir sumar fundarhlé. En ástæða þess að ég óskaði eftir þessari umræðu er sú að það er mjög mikilvægt að við sem bæjarstjórn bregðumst hratt við loftslagsbreytingum og að við leggjum okkar að mörkum til að koma í veg fyrir þær náttúruhamfarir sem hægt er að koma í veg fyrir. Það er alveg ljóst að við munum ekki koma í veg fyrir að við hér á Akureyri munum finna fyrir afleiðingum hamfarahlýnunar loftslags. En við getum gert heilmikið til að minnka skaðann og til að gefa framtíðarkynslóðum tækifæri til að takast á við vandann. Mig langar að vitna í Antonio Guterres, aðalritara Sameinuðu þjóðanna, sem sagði í tilefni af útgáfu þessara skýrslu meðal annars að þessi skýrsla væri rauð viðvörun fyrir mannkynið. Hann sagði viðvörunarbjöllurnar væru ærandi og sönnunargögnin óhrekjanleg. Gróðurhúsalofttegundir eru að kæfa plánetuna okkar og setja líf milljarða manna í hættu. Við megum engan tíma missa og það er ekkert rými fyrir afsakanir. Og þetta sagði hann þá og það verður bara að segjast eins og er að það hefur aldrei áður verið talað jafn skýrt á jafn formlegum og valdamiklum vettvangi og gert var í sumar þegar þessi skýrsla kom út. En það er samt þannig að vísindafólk hefur talað hættuna af völdum loftslagsbreytinga í svona 30-40 ár í það minnsta. Síðustu 4 áratugi hefur hver áratugur verið hlýrri en allir fyrri áratugir síðan samfelldar mælingar hófust. Samþjöppun koltvísýrings í andrúmsloftinu er sú hæsta í að minnstakosti 2 milljónir ára. Sjávarmál er að hækka með meiri hraða en það hefur gert í að minnstakosti 3000 ár. Ísbreiður á norður- og suðurskautinu eru minni en þær hafa verið í að minnsta 1000 ár. Bráðnun jökla er meiri en hún hefur verið í það minnsta 2000 ár. En frá árinu 1950 hafa loftslagsbreytingar valdið tíðari og sterkari hitabylgjum, tíðari og sterkari úrkomubylgjum, auknum þurrkum, auknum skógareldum, ásamt hlýnun og súrnun sjávarins. En það er í raun fyrst núna sem við heyrum umfjallanir slíka viðburði í nánast hverjum einasta fréttatíma. Og það er núna sem við höfum fengið algjörlega óyggjandi skilaboð frá vísindasamfélaginu. Og með leyfi forseta vil ég vitna í þessa fyrrnefndu skýrslu. Það er, og þetta er að sjálfsögðu íslensk þýðing, það er óumdeilanlegt að loftslagsbreytingar eru af mannavöldum. Það er óumdeilanlegt að náttúruhamfarir á borð við hitabylgjur, ákafari úrkomu og þurrka eru afleiðingar loftslagsbreytinga af mannavöldum. Í síðustu viku skrifaði nemi úr Menntaskólanum á Akureyri grein í Kjarnan sem heitir Disco Frisco heimsendir, minnir mig að hún að veitar. Og mig langar með leyfi forseta að vitna í greinina og ég gríp hérna niður í svona cirka miðja grein. Það sem segir: Svo þegar byrjar að styttast í heimsenda innan sviga núna, skaltu bara byrja að djamma og hafa gaman. Langtíma fjármál skipta ekki máli rétt fyrir heimsenda. Hámarkaðu hedonisma og slæma siði. Farðu svo í messu, bara svona ef það skildi vera karl á tunglinu. Gerðu allt sem þú getur til að deyja með bros á vör,
án eftirsjár því það fátt annað í stöðunni. En ég vil nú segja að ég deili ekki þessari skoðun. Ég alveg handviss að við getum breytt þessu. Við höfum nefnilega ennþá tækifæri. Við getum ekki stöðvað hlýnunina, bara svona. Við getum ekki forðast afleiðingar loftslagshamfara, en við getum minnkað þær. Og við höfum það bil 50% líkur á því að hringrás Atlantshafsins, sem lykilþáttur í veðrakerfinu, stöðvist ekki. Ef við grípum til umfangsmikilla aðgerða, hlýnar minna og þá verður ólíklegra að hlýnunin fari yfir 2 gráður. Í bjartsýnustu sviðsmynd IPCC, þar sem mest dregið úr losun, stöðvast hækkun meðalhita eftir að hnattræn hlýnun fer nokkuð yfir 1,5 gráður og fellur svo aftur niður að 1,5 gráðum. Þetta kannski ekkert æðislegt, en þetta margfalt betra heldur en svartsýnasta spáin og það til mikils að vinna. Við sem bæjarstjórn í pínkulitlu sveitarfélagi á hjara veraldar gætu kannski hugsað sem svo að það skiptir kannski ekki miklu máli hvað við gerum og segjum. En þannig geta í raun allir hugsað. Það alltaf hægt að finna einhvern stærri sem mengar meira. Og ef við tökum undir með Emma-nemandanum sem ég vitnaði í hérna áðan, þá bara legg ég til að við bara hættum þessu bæjarstjórnarrugli, drífum okkur hérna fram, pöntum kampavín og kökur á línuna. En ef við hins vegar ætlum að gera það sem í okkar valdi stendur til að gefa komandi kynslóðum, þetta snýst kannski ekki beint komandi kynslóðir, þetta snýst náttúrulega bara okkar kynslóð og fjölskyldunar í okkar samfélagi. Ef við ætlum að gefa þeim tækifæri til að eiga þokkalega gott líf, þá skulum við gera eitthvað núna. Við skulum sjá til þess að næst þegar einhver af okkar stofnunum þarf að fjárfesta í bíl, þá verði sá bíl ekki knúinn af jarðefnaeldsneyti. Við skulum sjá til þess að íbúar sem vilja nota aðra valmöguleika en einkabílinn fái þá valmöguleika. Við skulum sjá til þess að flugferðum á vegum Akureyrarbæjar fækki eða kannski fjölgi ekki aftur eftir COVID. Við skulum huga að umhverfisáhrifum allra framkvæmda á vegum bæjarins. Við skulum hvetja starfsfólk Akureyrarbæjar til að ferðast til og frá vinnu með öðrum leiðum en einkabílum. Við skulum minnka magn sorps og auka endurvinnsluhlutfall. Við skulum gera kröfur á verktaka í umhverfismálum. Við skulum sýna með virkum hætti að við ætlum að standa með íbúunum okkar í þeim breytingum sem framundan eru. Við skulum kalla eftir loftslagsstefnu Akureyrarbæjar sem búin að vera að velkjast í bæjarkerfinu í meira en heilt ár. Við skulum gera ráð fyrir að færa til fjármagn í samræmi við okkar vilja í loftslagsmálum í þeirri fjárhagsáætlun sem við erum nú byrjuð að undirbúa. Við skulum ekki láta okkar eftir liggja. Hér hefur verið mikið rætt stefnur og ég veit að stefna eitt og aðgerðir annað. Í umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrarbæjar sem var samþykkt árið 2016 segir: við endurnýjun ökutækja hjá Akureyrarbæ skulu aðeins keypt ökutæki sem geta gengið á hreinum innlendum orkugjöfum. Í síðustu viku festi velferðarsvið Akureyrarbæjar kaup á smábíl sem ekki gengur fyrir endurnýjanlegum orkugjöfum. Þetta ekki í fyrsta sinn á undanförnum misserum sem ég hef gert athugasemdir við bílakaup sem samræmast ekki stefnu okkar, en ég vona heitt og innilega að þetta hafi verið í síðasta skiptið sem ég þarf að gera slíkar athugasemdir. Ég veit við getum þetta, ég hef trú á okkur, en við þurfum að hafa fyrir því. Og ég vil leggja til við bæjarstjórn að eftirfarandi bókun verði samþykkt. Hún hljóðar svo: Akureyri hefur verið framarlega í flokki varðandi umhverfis- og loftslagsmál, svo sem með flokkun á sorpi, vinnslu á metan og lífdísel og moltu og með kaupum á hreinorkubílum og fleira.
Bæjarstjórn Akureyrar gerir sér þó grein fyrir að áríðandi að grípa til enn frekari aðgerða vegna loftslagsbreytinga og einsetur sér að taka málin föstum tökum. Samþykkt verður ný aðgerðabundin loftslagsstefna fyrir árslok sem fylgt verður fast eftir á komandi mánuðum og árum. Og lokum vil ég bara endurtaka það sem ég sagði hérna á þessum sama vettvangi 19. apríl 2016. Þetta snýst ekki að bjarga jörðinni. Hún mun bjarga sér og hún mun hrista af sér ruslið og draslið þegar við erum farin. Þetta snýst að gefa okkur mannfólkinu tækifæri til að vera hér lengur. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir í loki málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka heilshugar undir með bæjarfulltrúa Sóleyju að máli liggur fyrir. Það fullt sannað að það eru áhrif mannsins sem að valda þessari hamfara hlýnun andrúmsloftsins og við verðum að bregðast við. Og bæjarfulltrúi Sóley nefndi umhverfis- og samgöngustefnu okkar sem er núna það byrja að verða 5 ára gömul og var ágætt á sínum tíma en kannski barn síns tíma bara við skoðum nafnið, umhverfis- og samgöngustefnu og ekki minnst á loftslagsmál. En nú eins og kom fram verið að vinna nýri stefnu sem að mun kallast umhverfis- og loftslagsstefna og hún kom fyrst fram sem drög fyrir ári síðan eins og var nefnt og núna í þessari viku og næstu munu ný drög ásamt þá drögum að aðgerðaáætlun verða kynnt og rætt í bæði umhverfis- og mannvirkjaráði og þá í næstu viku ef ég skil rétt í skipulagsráði. Þannig að ég held að sjálfur raunhæft eins og kemur fram í drögum að ályktun að við getum klárað þetta mál fyrir áramót með samþykkt á nýri stefnu í bæjarstjórn. En ég vil líka nefna í stóra samhenginu að umræðan hefur svolítið mikið snúist Vesturlönd og hvernig Vesturlönd þurfa að breyta orkugjafa og helst minnka sína neyslu og svo framvegis en íbúar í þróunarlöndunum vilja náttúrulega bæta sín lífskjör og þeir eru miklu fleiri heldur en við Vesturlandabúar. Fólki þar vill betra húsnæði, það vill orku, það vill ferðast og það náttúrulega rosalega stórt verkefni líka að hvernig hægt að bæta lífskjör meiri hluta jarðarbúa og á sama tíma draga úr kolefnislosun verulega. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson í loki málsins, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara koma hingað upp til þess að þakka bæjarfulltrúa Sóley Björk fyrir mikilvæga umræðu hérna á þessum vettvangi. Teka sjálfsögðu undir það sem að bæjarfulltrúi Andri sagði hérna áðan hvað varðar það að loftslagsmálin eða umhverfis- og samgöngustefnan eins og við köllum hana þá á sínum tíma barn síns tíma og loftslagsmálin þurfa að hafa alvöru vægi inn í okkar stefnu og stefnumótun. Og við eigum að gera miklu betur og taka því hlutverki alvarlega. Ég er auðvitað spennt fyrir því að sjá hvernig vinnan þróast með okkur af því að við höfum oft rætt að hlutirnir megi ekki vera of dýrir, mikilvægi þess að stilla saman strengi á Íslandi og svo framvegis. Mér finnst brjálæðislega áhugavert að velta því fyrir mér hvað gerist ef við gerum lítið sem ekkert. Mér finnst það eiginlega næstu því áhugaverðari flötur á öllu okkar mannlífi, atvinnulífi, hagsæld, fjármagni, lífsgæðum og svo framvegis ef að við vinnum ekki markvisst að málefnum sem tengjast loftslagsbreytingum. Þannig að mér finnst þetta eiginlega ekki bara spurningum að við ættum svona að tikka í einhver box og auðvitað finn ég svolítið fyrir því þegar við hefjum umræðuna hvað eigi að gera og hvað það kosti að þá kemur svona kannski smá hik
Og en eins og ég segi, mér finnst mikilvægt að horfum til þess hvað kostar það að gera það ekki. Þannig ég eiginlega vildi koma og segja það, að það eiginlega ekki valkostur. Og segja að ég tek heilshugar undir þessa bókun. Ég stolt af því sem bæjarbúi og ég held að við flesti bæjarbúi séum stoltir af því að við höfum í gegnum árin verið í fararbroddi í þessum málaflokki. Gert ótrúlega vel. Núna hins vegar þurfum að gera enn betur og jafnvel miklu betur ef við ætlum að halda áfram að vera í fararbroddi í þessum málum. Og af því að hlutirnir snúast oft atvinnu- og efnahagsmál, þá erum við að heyra það æ oftar að fyrirtæki selja sína vöru og þjónustu meðal annars á forsetum þess hvernig þeim tekst að haga sínum málum með varða loftslagsbreytingar, hvort sem það í ferðaþjónustunni. Við heyrðum áhugavert viðtal Grenivík sem að selja snyrtuvörur og svo framvegis, þannig að það kannski lukkan með okkur í því samhengi að markashagkerfið vinnur í rauninni í þessa átt. Það borgar sig líka fjárhagslega að fara þessa leið, en það auðvitað ekki allt og sumt og við getum ekki kannski bara hort til þessa fjárhagsáætlunar tímabils eða fjárhagsáætlun næsta 3 ára, heldur kannski að horfa til 30, 40 og 50 ára í þessum efnum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, orðið laust. Ég byrja að varaforsetum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Það getur sennilega ekki verið án gleraugu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að byrja á að þakka Sólu Björk bæjarfulltrúi að koma að þessu mál á dagskrá og fara yfir þessar svona stikla stóri því sem kemur fram í þessari skýrslu sem er svona eitthvað sem að, kemur kannski ekkert óvart en er svona staðfesting á því sem að hefur verið að ræða síðust ári eins og þú nefndir bæjarfulltrúi Sóli, 30-40 ára eða eitthvað slíkt. Þegar við byrjaði að ræða þetta og við svona vonuðumst að þetta væri ekki svona slæmt en svo náttúrulega líður tíminn og hann líður ótrúlega hratt og svo allt í einu erum við komið þangað að við getum ekkert annað en brugðist við. Og ég segi eins og bæjarfulltrúi Sólu Björk að ég hef trú að við getum gert eitthvað. Við hefum sýnt það í gegnum faraldurinn í COVID að þegar við ætlum okkur eitthvað þá getum við staðið saman og hreinlega sett allt á hvolf til þess að koma hlutunum í lag. Þannig að það er sjálfsagt alveg hægt með umhverfismáli, það er kannski aðeins flóknara því að þetta snertir ekki okkur heilsu alveg beint. Það kemur ekki við okkur, við veikjumst ekki bara núna. En það kemur til með að snerta okkar heilsu, alveg sannarlega. Og mér langaði aðeins því að og eins og bæjarfulltrúar hér inni hafa fengið fullt af upplýsingum frá Guðmundi Hauki sem starfsmann okkar í Vistorku sem hefur verið duglegur að senda okkur alls konar upplýsingar og hvetja okkur áfram í þessum málum. Að þá stöndum við frammi fyrir því að kannski helsta verkefnið sé að draga úr olíubrennslu eða brennslu á olíu. Og við erum að nota alveg tölverða olíu bara út í norðurhverfinu okkar, Grímsey, og síðan náttúrulega við grasslátt og snjómokstur og svo framvegis. Og við erum vissulega búin að vera að gera mjög vel og höfum státað okkur að því að vera framalega í þessum umhverfismálum á Akureyri og eigum bara að vera stolt af því, en við getum gert betur. Og það er auðvitað, spurningin alltaf einmitt þetta með eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á, hvað kostar þetta og við erum alltaf svona, þetta er nú djöfull dýrt og ætlum við að vera fremst og alltaf að vera svona einhverju pilotverkefni sem kosta alveg augun úr og svo kemur ríki og borgar fyrir restina. Og við sitjum eftir með sárt ennið í einhverju skilningi, þó að það sé aldrei hægt að tala kannski það, en þá lítur svolítið að það að við höfum tapað peningum af því að við fengum ekki jafn mikið á okkar sameiginlegu sjóðum til þess eins og aðrir. Og það svona kannski pínu dregur og viljanum til þess að gera vel. En ég held samt að við getum það ekkert. Við í raun verðum bara að halda ótrúið áfram og svona finna þá næstu lausnir og þetta er að gera svo hratt. Rafbíllinn verður framtíðarbíllinn alveg örugglega sem einkabíll.
Og síðan að koma, þú veist, allir þessi stóru vagnar sem við vorum að segja, sko, já, þetta verður nú aldrei rafbíll, það gerist ekki á næstu 10 árum eða eitthvað, en svo gerist þetta bara og allt í einu þetta bara komið. Og þannig að þeir sem vilja sjá eins og sumir bæjarfulltrúar heyra drunurnar í flottu gömlu bílónum, þeir sko eiga eftir að sakna þess verulega. En sko, við getum, sko, ef ég fer aðeins yfir svona því sem við erum að brenna. Við erum að brenna 200.000 lítrum af olíu í Grímsey og sæmilega stór verktaki hér í bæ brennir öðru eins magni. Malbiksframleiðslan 50.000 lítrar, en bílarnir á götunum bæjarins brenna að meðaltali 1.000 lítrum á ári hver og það eru 13.800 stykki á Akureyrarbæ. Þannig að við erum að brenna 14 milljónir lítrum á hverju ári. Bæjarbúar að kaupa því olíu fyrir 3 milljarða á hverju ári til að komast á milli staða í fólksbíl. Þegar flotinn verður allur rafvæddur, þá fer þessi tala niður í 300 milljónir og þá má gera ráð fyrir að þær renni allar til okkar orkufyrirtækja eða svona stæðstu leyti, til Norðurorku og Fallorku. Það nú þegar 1000 bílar að stinga í samband á Akureyri sem þýðir 30 milljónir í nýjar tekjur fyrir þessi fyrirtæki okkar. Þannig að þú veist, einmitt, hvað kostar að gera ekki neitt og hvað erum við að fá í tekjur á móti? Þannig að við þurfum kannski að reikna allan hringinn og samfara og finna leið sem verður bara hagkvæm, fjárhagslega hagkvæm. Og það líka búið að vera að ræða þá og Guðmundur í Vistorku, svo ég veit nú í hann, að hann hefur margoft talað um það að þú veist að við sem þjóð verðum látin greiða. Þú veist, ef við erum ekki að standa á okkar skuldbindingar, þá kostar það. Og ætlar þjóðin og ríkisvaldið, og það því að það nú bæjarfulltrúar sem í framboði, að þá bara ætlar ríkisvaldið, þú veist, ekki að koma með þessa fjármuni inn í að losa eða leysa málin til framtíðar. Hvað varðar umhverfismálin? Já, ég ætla svo sem kannski, þetta bara stóra tölur. Við erum við tökum bara olíuna. Og við verðum að gera eitthvað. Við getum ekki beðið. Börn sem að fara í 6 ára bekk í dag, eða að fæðast í dag, þegar verða 6 ára þá verður loftslagsvandamáli komið á fullum þunga og þau eyða allir sinna ævi í að glíma við þetta vandamál sem við getum raunverulega tekist á við miklu auðveldar. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég eiginlega verð að koma hérna upp til þess að ræða sorpmálin okkar. Við höfum staðið okkur ofsalega vel í að flokka, en við erum kannski ekki alveg að standa okkur nógu vel í hvað við gerum við sorpið þegar við erum búin að flokka. Það sem að pirrar mig óstjórnlega, að það er það að við skulum ekki vera að stíga það skref að fara í alvöru lífmassaver og klára þessa endurvinnslu á þessu sorp okkar. Við erum ennþá að urða bróðupartinn af öllu sorpi sem er flokkað og unnið hér á Akureyri, sem fólk er að leggja vinnu í að flokka og við erum að urða. Við erum að urða alveg helling. Auðvitað fyrir fullt af lífræna í moltu og allt það, en við erum alltaf að bíða. Við erum að bíða eftir að komi fjármuni frá ríkinu og ég skilur það svo vel að því að svona dæmi þetta kostar 6 milljarða, er okkur sagt, að fara í lífmassaver sem að klárar að vinna hráefni úr öllu sorpinu okkar. En það er kannski það sem við verðum að horfa á, að við þurfum að stíga þetta skref og við verðum að gera þetta kannski saman með sveitarfélögunum í kring eða allavega þjónusta þau. En á einhverjum tímapunkti þarf að taka þessa ákvörðun að við ætlum að gera þetta. Við erum búin að veltast á þessu kjörtímabili í því hvort við höfum að gera svona athugun á því hvort þetta sé raunhæft að fara í þetta og hvernig það sé raunhæft og hvar við getum sótt peningana. Þetta er sem betur fer, ég held að vera komið í það form að við erum að fara í þessa vinnu og vonandi skilar hún einhverju þannig að við getum haldið áfram. Við erum líka, ég er búin að heyra þetta sem sagt að við erum að bíða til umhverfisráðherra að hann taki ákvörðun
hvort það komi og verði setti peningar í svona dæmi. Við eigum ágætt svæði hérna út á Disneysi sem ég er búin að leggja til að við flytjum moltu og hefjum uppbyggingu á því svæði. Ég held að það geti orðið bara mjög flott dæmi og flott uppbygging, en þetta kostar peninga og ég veit að við erum að skuldbinda komandi bæjarstjórnir í ofsalega mikla skuld ef við förum í mikla lántökur til þess að gera þetta. En fyrir mér að þá er þetta svolítið stóra máli í loftslagsmálum. Hvort að við ökum aðeins lengur á bensíni, það held ég að hafi kannski ekki alveg jafn mikil áhrif. Við erum á fullu og það er ákveðin stefna hjá ríkisstjórninni í að skipta út bílunum fyrir minni með 2030. Þannig að við náttúrulega bara komum til með að gera það og ég veit að Norðurorka og ég var nú að fundu þar daginn þar sem við vorum að vinna í innviða hugmyndum, hvernig væri hægt að bæta innviðinni hér í bænum í sambandi við hleðslustöðvar og annað. Sú vinna er bara í fínu farvegi, en ég held við verðum að klára að ræða þetta sorpmál. Þetta er ekkert í lagi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máls, en næst tekur þið máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara aðeins að koma inn að þessu umræðu varðandi lífmassaveiði sem að bæjarfulltrúi Þórhallur kom inn og er vissulega eitthvað sem áhugavert er að taka þátt í. En hins vegar er það þannig að þetta kostar mikla pening og hann talar um það að þetta sé 6 milljarðar, ég hugsa að það sé nú kannski varlega áætlað, en auðvitað þurfum við kannski að móttöku stefnu. En ég hef bara áhyggjur af því að þegar við til að mynda grípum og tökum forystuna, til að mynda eins og í sorpmálum og urðun og moltuframleiðsluna og það allt saman, sem að vara undirlagi ríkisstjórnar á sínum tíma. Við áttu allir að fara í þessa vegferð. Akureyrarbær fór í þetta og við erum bara að leggja fjármuni til þess og við höfum alltaf verið svolítið í fararbroddi. Ég aftur á móti segi að það sé mjög mikilvægt að fara í lífmassaveiði, en við verðum til þess verður eitthvað stærra að koma til þetta bara 19.500 manna samfélag á Akureyri. Það má kannski taka tillit til nágrannasveitarfélaganna, en við erum langstærst í þessu samstarfi. Þannig að ef við ætlum að fara út í slíkar aðgerðir, þá verður ríkisstjórnin að standa á bak við það. Og menn verða bara að finna sameiginlegar lausnir á landinu í heild. Ekki það að við Akureyringar ætlum að vera svo góðir í öllu og fara fyrstir af stað. Auðvitað er mikilvægt að við sýnum fordæmi og við gerum, kannski eins og kannski er í þessari tillögu hennar bæjarfulltrúa Sóleyjar, að við ætlum í rauninni við ætlum ekki að sitja aðgerðalaus, en við höfum líka að passa okkur á því að hlaupa ekki fram úr okkur og vera ekki, við verðum einhvern veginn að taka markviss skref í þessa átt. Ég varð að bregðast við því sem að bæjarfulltrúi Þórhallur alltaf, ég ætla ekki að fara að taka sérstilega þátt í þessu umræðu, en þetta með lífmassaver, það er vissulega framtíðin, en við þurfum að sjá hvernig við eigum að gera það. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máls, næst tekur þið máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka þessa prýðisgóðu umræðu sem hefur farið fram hér og ég er sammála mjög mörgu. Við erum búin að tala kannski í stóra samhenginu, mér langar kannski bara að hvetja íbúa Akureyrar og fara í svona umhverfismál og nú fer að hausta og vetur gengur í garð, þannig að mér langar að hvetja bæjarbúa til þess að huga því að nota annars konar dekk en nagladekk þennan veturinn, taka smá áhættu í umhverfismálum og kaupa öðruvísi dekk en nagladekk. Ég hvet ykkur líka bara til þess að nýta ykkur strætó, það er frítt í strætó, það er stuttar vegalengdir, það þekkið þið vel hér á Akureyri. Ég hvet stofnanir og fyrirtæki til þess að veita samgöngustyrki til sinna starfsmanna. Mér langar að fengum kynningu hér fyrr á árinu skógrækt, að hugmyndi manna að gera stærsta skó á Íslandi hér í Eyjafirði. Gerum það að veruleika og svo sérstakt áhugamál mitt, þéttingu byggðar til þess að stytta, eða nýta landið betur og kannski stytta leiðir og
fyrir íbúa bæjarins, stytta þær enn frekar. Þannig að höfum það í huga og varðandi líforkuverið að auðvitað mun þetta kosta en straumarnir sem frá líforkuverinu koma búa til peninga, þannig að mér finnst að við að skoða þann möguleika mjög vel. Takk. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson loki máli sínu, orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég verð náttúrulega að koma upp þegar að málið snertir meðal annars lífmassaver og vil þakka bæjarfulltrúa Þórhalli kærlega fyrir að vekja máls á því vegna þess að ég er sammála því að það er eitthvað sem við þurfum virkilega að horfa alvarlega á og ég held að við eigum ekkert endilega vera hrædd við að vera best í heimi í umhverfis- og loftslagsmálum. Lífmassaver og það er nú kannski eitt sem ágætt að upplýsa líka bara bæjarbúa, það er minnst okkur samhljómur hér í bæjarstjórn og hjá sveitarfélögum flestum á Norðurlandi eystra að leggja fram fjármuni til þess að fara í þessa greiningu á því hvað það kostar, hvað það gerir og svo framvegis sem er gríðarlega mikilvægt skref sem að hreinlega verður að klára og er mikilvægt gagn líka inn í framtíðina. Að sjálfsögðu er ég sammála bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin að þarna þarf að vera öflugt samstarf milli ríkis og sveitarfélaga og auðvitað hafa landshlutasamtökin öll þau hafa breytt sóknaráætlunum sínum og lagt mikla áherslu á umhverfismálin. Þannig að fólk víða land, bara allt land, er samstiga í því að vilja gera betur og ég myndi gjarnan, og við höfum varist fyrir því að það komi meiri fjármunir eða einhverjir fjármunir í gegnum farveg umhverfisráðuneytisins í þeim efnum sem ég vona verða veruleika vegna þess að ég held að það skipti virkilega máli að þetta verði samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga og þar verði ekki einhver leðjuslagur vegna þess að það bara endar í tómu rugli. En ég held að stóra málið sé að við bara höfum ekki efni á því að bíða og þetta mun skila sér samfélagslega og fjárhagslega og tilfinningalega að taka þessum málum föstu tökum en að sjálfsögðu þarf að vanda til verka og aðeins af stað í einhverja tóma vitleysu. Það segir sig sjálft. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna þessar umræðu, hún er nauðsleg og hún er mikilvæg og ég held að sé líka mikilvægt að við nálgumst þessa umræðu út frá stóra samhenginu af því að nú erum við að tala hvað Akureyri getur gert í sínum málum og það er vissulega mikilvægt að skoða það og skoða þá umhverfis- og samgöngustefnuna í því ljósi og það er mikilvægt að við séum alltaf tilbúin til þess að fara yfir markmiðin okkar og endurbæta þau eftir þörfum og þróun. Ef við horfum á loftslagsmálin þá erum við að tala kolefnishlutleysi og viljum nálgast það og það er voðalega þægilegt orð og ég held að okkur líði voðalega vel ef við náum kolefnishlutleysi hvort sem það er í fyrirtækinu okkar, bæjarfélaginu eða á Íslandi. En ef við horfum á kolefnisbindingu og kolefnislosun þá viljum við binda kolefni og við viljum fara í frekari skógrækt og endurheimt votlendis og frameftir. En ef við horfum á kolefnislosun og okkar kolefnislosun að þá er kannski líka mikilvægt að við hugsum aðeins kannski og lítum í eigin barm hvað við getum gert sjálf með neyslu okkar og hegðun. Hvað við kaupum mikið af fötum, hvernig matvöru við erum að versla inn, hvernig við eldum, hvernig við ferðumst og þá gildir það einu hvort það sé bíll, skip eða flugvél. Og talandi orkuskipti þá held ég að það sé gríðarlega stórt og mikilvægt skref og við eigum einmitt að leggja allt kapp á það að flýta því eins og hægt er. En ég held að þessi bensín- og díselknúnu bifreiðaeigendur, þeir geti alveg slakað þess á, þetta gerist ekki 1, 2 og 3, en það er líka mikilvægt að innviðirnir séu reiðubúnir í þessi orkuskipti. Og maður finnur það svolítið umræðinu hér á landsbyggðinni að það vilja allir stíga þetta skref að kaupa sér rafmagnsknúinn bíl. En vegalengdirnar er ekki orðnar það, bílinn kemst ekki það langt í dag, þetta er erfitt, en það er verið að vinna í þessu og ég held sér mikilvægt að við höldum þeirri umræðu og því verkefni gangandi eins höldum því eins mikið og við getum í þeirri umræðu áfram en
stóru málin eru kannski líka orkuskipti á skipum og flugvélum og þróunin er gríðarlega mikil og þar liggja tækifæri meðal annars á landsbyggðinni að nýta grænu endurnýjanlegu orkuna sem við höfum. Og ég hef nú oft talað það að græna orkan okkar er olía Íslands. Við höfum tækifæri til þess að minnka innflutning á jarðefnaeldsneyti og nýta það sem við höfum hér þessu orku. Ég er ekki að tala að virkja bara til þess að virkja, heldur að skoða hagkvæma orkukosti sem við getum nýtt okkur til þess að fara í þessu orkuskipti. Og ég held að það sé mikilvægt og ég held að það sé gott í að þessi uppbygging, þessi græna fjárfesting, hún mun eiga sér stað á landsbyggðinni. Og við höfum að nýta þau tækifæri. Klárlega. Takk fyrir mig. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég ætlaði bara langaði að bregðast við, mér langaði að koma því á framfæri, að mætti ekki miskilja mig að ég held að lífmassaver sé í raun framtíðin og við eins og bæjarfulltrúi Hilda kom inn á, þá erum við búin að setja vinnu í gang með að kanna kosti og galla og arðsemi og fleira í því samhengi. Ég var bara að svona kannski bregðast við því sem að bæjarfulltrúi Þórhallur kom svona svolítið að við séum að drífa í þessu sko. Við þurfum náttúrulega að hugsa til þess hvernig allt þetta er og allur þessi heimur velkist er. En ég held að bara líka mér langar bara aðeins til þess að hrósa bæjarfulltrúi Heimi hér sem kom upp og talaði að við þurfum líka að horfa í eigin barm. Ég held að það sé nefnilega akkurat það sem við þurfum að gera. Við getum öll gert eitthvað og hann kom þarna með ákveðna tillögu sem að auðvitað er ekki allir sammála, keyra og sleppa nagladekkjum og fleira, en það er ýmislegt sem við getum gert til þess að draga úr sóun hérna í samfélaginu og við höfum oft sagt að Akureyri bær er 5 mínútna bærinn og það er hægt að ferðast mjög hagkvæmt hér í bænum. Við erum með fría strætisvagna, það er hægt að ganga og hjóla og nú þegar rafmagnshjólin eru komin þá eru brekkarnir ekki lengur fyrirstaða sem var nú hér á árum áður alltaf talað í Akureyringum það var ekki að hjóla Akureyri eins að menn væru með brekkur. En nú er sem betur verið komið tækni sem að kemur mann upp brekkur á góðri ferð þannig að maður þarf ekki að hafa eins mikla ágjörð af þeim. Þannig ég held að við þurfum bara öll að horfa líka í eigin barm eins og bæjarfulltrúi Heimir hvatt okkur til. En enn og aftur lífmassaver er eitthvað sem að kemur bæjarfulltrúi Þórhallur en við skulum ígrunda að vera hvernig við stöndum að því. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég gleymdi smávanefnilega í umræðin áðan. Ég var að tala um að horfa á stóru myndina. Ég heyrði af því, og ég segi þetta hérna án ábyrgðar, ég heyrði af því að það væri stefnan innan 2 ára væri ein flokkunarstefna allt landið sem er mikið fagnaðarefni því að það þarf svolítið að læra inn á flokkunina í hverju sveitarfélagi fyrir sig og ég held að það liggi greiðlega tækifæri í samtali á milli ríkis og sveitarfélaga einmitt, hvort sem það heiti lífmassaver eða líforkuver eða eitthvað svoleiðis, að finna leiðir sem að henda þá bara fyrir landið allt. Ég held að það veri kjörið og svo kannski líka því að hann bæjarfulltrúi Heimir kom með ágætis upptalninga á hvað við getum gert betur og ég hef orðið vör við fjöldan allavega einstaklingum sem hafa verið hálfgerðar sófakartöflur hingað til sem eru farnir að nýta sér rafmagnshjólin, svona svo ég bæti því upp í upptalninguna. Það er alveg frábært að sjá alla hjóla hérna kaupin og kappin, en það er einmitt ein leið líka sem við getum gert og nýtt okkur. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu, orðið er laust. Mér fannst það. Ég var einmitt að hugsa. Á ég að fara upp? Þessum fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs. Þá segi ég bara umræðinu lokið og les upp hérna tillögu að bókun. Og það er rétt að þessi með gula textanum hérna allt saman. Hún hljóðar svo. Akureyri hefur verið framarlega í flokki varðandi umhverfis- og loftslagsmál, svo sem með flokkun á sorpi, vinnslu á metan og lífdísil og moltu og með kaupum á hreinorkubílum og fleira. Að bæjarstjórn Akureyrar gerir sér þó grein fyrir að áríðandi er að grípa til enn frekari aðgerða vegna loftslagsbreytinga og einsetur sér að taka málin föstum tökum. Samþykkt verður ný aðgerðabundin loftslagsstefna fyrir árslok sem fylgt verður fast eftir á komandi mánuðum og árum. Þessi geta samþykkt þetta gefur merki. Það er 11, takk fyrir það.